Komið sæl, þá opnum við heimilið upp á gátt og fáum allskyns ráðgjöf varðar rekstur og viðhald heimilisins frá sérfræðingum og fagfólki. Við kynnumst fasteignamarkaðnum og hvernig við eigum að bera okkur að þegar við erum að selja eignir okkar. Við ætlum að kynnast uppbyggingunni í miðborginni með formanni umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkurborgar. Við ætlum að flokka ruslið okkar svo vel sé og fá tryggingaráðgjöf frá Smára Ríkharðs. En við ætlum að byrja út í garðinum hvaða ráð ber að hafa í huga þegar maður er að skipuleggja garðinn sinn. Þannig ætlum við að byrja þessu sinni. Gott að vera, við ætlum að byrja í garðinum sem að mínu viti étur stundum peningamanns og það er spurningum að vera hagsýnn þegar að kemur að gróðrinum sem er í kringum húsið manns. Bryndís Björk Reynisdóttir og Kristinn H. Þorsteinsson frá Garðyrkjufélagi Íslands eru komin hingað til mig til þess að veita ráðgjöf. Og kannski byrjum á skipulagi garðsins vegna þess að það flaska margir á því að gleyma upphafinu, að skipuleggja garðinn. Það er gríðarlegt atriði til þess bara að spara peninga. Það er það, vissulega. Og það mikilvægasta, oft er mikilvægasta vinnan sú að byrja á því að skipuleggja garðinn og sjá svolítið fyrir sér hvað þú ætlar að gera og hvernig þú ætlar að nýta garðinn til þess í rauninni að þurfi ekki að endur gera hlutina oft og jafnvel ár eftir ár. Jafnvel ár eftir ár. Eða fá vinnuvélar inn í garðinn hjá þér margoft með tilheyrandi kostnaði. Þetta til dæmis varðar líka til dæmis pallinn að hafa hann það stóran að hann rúmi fólkið í húsinu. Já, sko við höfum verið að ráðleggja það að þegar fólk er til dæmis að hugsa pall eða hvað það var nú á stóru og annað að taka til dæmis kaðal, leggja hann á jörðina, búa til útlínur á pallinum, ná í öll húsgögn eða þær stærðir sem að menn sjá fyrir sér, hvar á heitipotturinn að vera og annað og máta sig inn í þetta umhverfi vegna þess að það er hundleiðilegt að vera búin að smíða pall, gera allt mjög fínt og það vantar 20 cm upp og svo húsbóndið geti sittið á borðinu við endans. Þannig að við getum sparað mjög mikið peninga á þessu og eins og Bryndís kemur inn á að með þetta vélina þegar fólk er að byggja, við bara horfum á það, að vél sem að kemur til þess að grafa grunninn, hún er bara akkurat enga stund að grafa aukalega, til dæmis fyrir palli eða fyrir beðum eða annað heldur en að fá litlar vélar eins og nefni, erfnum tilkostnaði síðar, þannig að í upphafi skal endinn skoða. Og svo náttúrulega verður maður að hafa í huga hvaðan sólin kemur og hvernig hún fer yfir daginn og svo framvegis. En þegar að kemur að skipulagningunni hvað gróður varðar, þá held ég og hef á tilfinninguna að flestir flaski af því að koma allt og miklum gróðri fyrir strax í garðinum, eða hvað? Hver eru helstu mistökin? Sko, það er náttúrulega ofsalega mikilvægt að í byrjun, þá náttúrulega hugsa margir að byrja að byggja upp skjól og gróður er náttúrulega fullkomin leið til þess að gera það. Og það er bara þannig að það á plöntur eiga heima, mismunandi plöntur eiga heima á mismunandi stöðum. Og það er ekkert æskilegt að vera með stór tré sem ætluð eru kannski í skógrækt og skóga inni í 500 fermetra görðum, sko. Þá ertu búin að taka svolítið mikið upp af plássi, sól og öðru, en þau veita vissulega skjól og þau má náttúrulega ekki vanmeta en kannski gróðursetja. Þú verður bara að hugsa að gefa þeim pláss líka. Það var til heil asparkynslóð, ef svo maður segja, í görðum sem er nú svona svolítið liðin tíð að þið virðist vera. Eru menn hættir að gróðursetja aspir í görðum? Nei, það er nú aðeins verið að gera það ennþá, en það mjög fáir sem að reyndar gera það eða þeim hefur fækkað. Í sambandi við öll þessi stórvöxnu tré, sko, eins og sitkagreini og öspina, þetta eru stórvöxnustu tré á norðurhveli jarðar, sem ekki gleyma því og við erum að horfa á það núna að þessi tré eru að ná 30 metra hæð og eiga eftir að vaxa kannski 20-30 metra til viðbótar. Þegar það er verið að skipuleggja í bæjarfélögum, þá ætti þessu tré að vera inn í skipulaginu. Það er að segja að bæjarfélögin ætti að sjá fólkinu fyrir stóra skjólinu, mikla skjólinu, sem í raun og veru er á mörgum stöðum verið að gera og það getum við sett til dæmis græna trefilinn hringinn í kringum landið, það hefur verið að setja inn í esjuhlíðar, skó sem hefur áhrif á heildarmyndina. Hins vegar eigum við svo mikinn gróður sem er lærri, þar að segja að við erum með stóru trén fyrir utan, í jaðrinum, tvístruvindinum, hann fer yfir
og yfir húsþökin og þá erum við með lægri gróður sem að fleytir sem sagt vindunum yfir. Er einhverja reglur um það hvar maður má til dæmis gróðursetja þessi tré sem verða 30 metra há? Verður það að vera einhverjum metrum frá garðsendan? Já, 3 metra frá garði. Já. Sem skiptir í raun og ekki máli þó með 40 metra há tré hvort það sé á lóðamörkum eða 3 metra ef þú horfir á þetta þannig. Þetta þurfum menn að hafa 3 metra frá garðsenda? Já, og allt sem og þú mátt ekki hafa neitt á lóðamörkum sem hærra en 1,80 nema sé samkomulag á milli garðeiganda. En hvaða gróður er hentugastur í þessa dæmigerðu litlu garða í dæmigerðu hverfi í Reykjavík, Akureyri, hvað sem það er? Á maður að hafa runna fyrst og fremst í huga til þess að svona ramma garðinn af eða eitthvað annað? Það er rosalega misjafnt og mikið smekksatriði hvað fólk vill. Runnar eru mjög breiðir, það er til ofsalega margar tegundir af runnum og til þess kannski gera sér grein fyrir þá er mjög sniðugt til dæmis að fólk skoði, það er heimasíða sem heitir garðplöntu.is og það er félag garðplöntuframleiðenda sem með það. Þar geturðu fundið tegundir, runna, rósir, tré og aðra plöntur og þar geturðu sett inn ákveðin leitaskilyrði. Þar geturðu valið hæð, þú getur valið blómlit og harðgerði, seltuþol og annað, vindþol og fundið kannski það sem hendar þér á þeim stöðum. En það má tala um kannski eins og toppa, mispla, kvisti og náttúrulega víðitegundir sem eru algengar og það svo er náttúrulega spurning hvort þú vilt byggja upp limgerði með sömu tegundinni, sömu klónunum eða hafa meira lifandi og bæta svolítið hafa svolítið lifandi margar tegundir í limgerðinni. Og þetta eru meira og minna orðnar mjög harðgerðar tegundir, ekki satt? Gríðarlega mikið af harðgerðar tegundum og við kannski bætaði við að það eru mjög margar leiðir til þess að afla sér upplýsingum um þetta. Ein leiðin að fara í göngutúr á sunnudagsmorgni í blíðskapa veðri og horfa á einhvern fallega plöntu, taka mynd af henni, taka mynd í fjarlægð, blöðunum og blómánum eða blóm eru til staðar og fara inn í garðskjústöð með hana og finna hana. Þess að þér finnst hún falleg eða þér líkar henn. Nú síðan eru indisgróður. Þeir eru með tilraunareiti mjög víða landið. Það er alveg þess virði að fara þar inn. Nú við erum með eins og hjá Garðyrkjufélag Íslands, garðurinn.is, ýmsar upplýsingar. Síðan eru bara bækur og við höfum verið að selja. Það er alveg rosalega gott úrval af bókum garða sem fólk ætti að verða sér út um. Heilbrigði trjágróðurs, garðblómabókin, garðurinn hugmyndar skipulagi efnisvali, það er nú gott að byrja á henni. Já, flott. Og stóra garðabókin, þetta er nú biblíanan. Þetta er biblían, já. Þetta eru bækur sem að menn eftir að hafa inn í hillu og marga fleiri, ávaxtatrén og aldin trjáabókin og margt fleira sem að er mjög áhugavert. En er eitt öðru fremur sem fólk flaskar á þegar það er að koma trjánum fyrir í garðinum? Er það eitthvað eitt öðru fremur sem ber að varast? Já, það horfir ofta ekkert á það hversu stórt það verður. Já. Það er algengast? Það er mjög algengast. Það er litla fallega birki sem það kemur og svo er það kannski staðsett þannig og verður fallegt birki en því miður að þá hefði það verið betra staðsett 3 metra annar staðar. Og svo er þetta alveg fjölskyldumeðlimur þannig að þú þorir þú vilt ekki. Já, þú byrjar á því að taka mynd af vatninu í fermingunni og svo fylgir þetta áfram og menn vilja ekki færa þetta eða. Og svo ég heyrt líka að það hlaska margir á grenitrjánum sem verða svo víðfeðm og bossmannmikil. Já. Sko, við skulum ekki gleyma því að bæði ösp eða þessi stórvaxnum tegundir, öspin og grenið, er það sem hefur gjörbreytt svo mikið í öllu bæjarfélögum. Það er að mynda skjólið. Og menn kannski áttuðu sig ekki á því og yrðu svona stórmenn, töluðum 15 metra og svo þetta var 15 metra, töluðum 20 metra, en menn eru búin að gera sig grein fyrir því að þetta fer bara eins og þetta er í Alaska, kannski 50-60 metra eitthvað svoleiðis. Og þau tré náttúrulega eins og nefndi eiga ekkert heima inn í litlum görðum. Það er nokkuð ljóst og þess vegna eru menn að fella þetta í stóru stíl sem hefði verið betur ef þetta hefði verið á réttu stað, tré á réttu stað, alveg tímanlaust. Og ef við erum að skoða í dag hvað getum við með, þá eigum við mjög mikið að trjám, eins og bara reynum við að tegundir í öllum hæðum, alveg frá því að vera dvergvaxið og upp í það að vera svona 12-14 metra og jafnvel geta orðið hærri. Allt það er á milli. Hún nefndi runnana, hún Bryndís áðan, eins og toppana og margt fleira.
það eru til sýrunum sem að verða á 5 og 6 metra há. Það er að gera þess stofntrjám ef maður fylgir því eftir og búa til tré sem er 5 og 6 metra í garðinum. Möguleikarnir eru endalausir, alveg endalausir. En þegar það kemur að litla gróðrinum, þá sko eru margir að eyða miklum fjárhæðum ár eftir ár í við sumarblóm, einar sumarblóm, ámar frekar það kannski hafa í huga fjölær blóm til þess að spara sér til lengdar eða hver er ykkar ráðgjöf? Bara að gera. Þetta er svo ofsalega það eru til svo ofsalega margar tegundir sem hafa svo marga og mismunandi kosti. Þú getur verið með fjölarblóm sem eru þekjandi sem að minnka kannski illgresisvöxt í jarðveginu. Og einmitt runna líka sem geta þakið það vel að það verður svona lágmarki illgresis vöxturinn. Þekjandi plöntur. Já. Það er sniðugt. Mjög sniðugt. En þegar kemur að því að verja þennan gróður allan gegn óboðnum gestum, lirfónum og öðru slíku, við skulum ekkert endilega kalla það óværu, þetta er partur af náttúrunni. Grænsápan er efni sem þú hefur notað reglulega. Já, sko, grænsápa hef ég notað og hún bara virkað þannig að þegar maður sprauta, ég bara nota þetta í úðadælu og þegar ég sprauta henni þá hætti dýrið að éta. Þannig að þú þarft að endurtaka þetta nokkru sinnum. Bara laufin verða vond á bragði? Þau verða bara vond á bragði, en dýrið, ef þú gerir þetta bara einu sinni, þá byrjar dýrið aftur að vinna. Sumir sem gerir þetta með mjög góðum árangri, aðrir ná ekki tökum á þessu. Síðan eru til náttúrulega ýmis lyf og margt fleira sem er hægt að fara út í. Það er líka hægt að fara á handtína. Stundum er þetta bara á einu runna eða einu tré og þá er þetta handtína. Það er ekki ástæða þá að vera neitt að kannski endilega úða. Þetta eru kannski ekki nema 10, 15, 20 ormar á hverjum runna? Það getur verið misjafnt. Það er til dæmis talsvert mikið núna. Við erum að horfa á dálítið svona stóra pláu sem er góðu vetur fyrir skordýrin. Þau verður þarna í staðar. En þetta er náttúrulega val sem að fólk verður að hafa. Sumi vilja ekki nota eða vera vist vænni heldur en að nota einhvers konar lyf. En ef maður nota grænsápuna þá þarf maður að nota hana kannski svona á 2-3 daga fresti til að byrja með? Þú er að gera það með 2-3 daga fresti. Fylgja það svolítið eftir það til að maðkurinn. Þú ert í raun og vera að svelta svolítið maðkinn. Þannig að hann gefst að lokum þá upp? Já, hann gefst að upp. En hann kemur samt næsta ár? Já, hann kemur og það er akkúrat það eins og tökum haustvetin sem er núna maðkurinn alveg á fullu. Þú horfir á þetta fallega dýr á haustin, hanga á glugganum hjá þér, fljúga allt og krakkarnir alveg hilluð af þessu. En það verður að marki. Bryndís, það eru á 3.000 manns í Garðyrkjufélagi Íslands. Þið veitir ráðgjöf til ykkar fólks og það er kannski þess verið að ganga í félagi til þess að fá ráðgjöf og fá hagsýn og hagnýt ráð. Að sjálfsögðu. Við erum til staðar fyrir félag okkar og það eru undirdeildir líka í út um allt land frá Garðyrkjufélagi Íslands. Og það sem ber kannski helst að nefna, við erum líka með yfir allt árið, mismikið og misjafnar áherslur á fyrirlestra og námskeið. Þannig að það er vel þess virði og fyrirlestrarnir og námskeiðin eru opin öllum en þeir fá betri kjör okkar félagsmenn. Gott að heyra. Ég ætla að fá okkur svo aftur seinna í sumar þegar við förum að huga að haustverkunum í garðinum. Þar getur maður að spara sér margan peninginn ef maður fer vel að og vel inn í veturinn. Bestu þakkir fyrir komuna. Takk fyrir. Og við förum hér yfir í aðra sálma, skoðum fasteignamarkaðinn hér eftir andartak og svo skipulagsmál í miðborginni. Takk fyrir eftir skamma stund. Þá skellum við okkur úr garðinum og inn fyrir hússins dyr. Hjá mér eru Ásdís Valsdóttir og Guðrún Antonsdóttir, fasteignasalar hjá Garún og Húsaskjóli. Fyrsta spurning náttúrulega áður en við koma aðalefni þessar hlutar það hvernig maður selur íbúð svo vel sé, hvað ber að hafa í huga þar. Er nokkuð sala þessa dagana út af EM? Sko, það er náttúrulega eins og búið að fara yfir 10% þjóðarinnar í Frakklandi, en 90% er ennþá á Íslandi. Þannig að fólk er alveg að kaupa og selja og skoða, en það hefur alveg sannan áhrif að það leikir og bara síðasta miðvikudag lokuðum við eins og allir hinir, 3:30
og maður finnur að fólk svolítið með hugan við þetta, þannig að það sem við gerðum til að bregðast við, þannig að við varum ekki óvart að hafa opið hús á einhverjum mikilvægum leikum, við bara prentum út dagskrána, pikkuðum út svona stærstu leikina og erum bara með opin hús á hinum dögum og það alveg verið að mæta í þau og það verið að gera tilboð. En ekki allir svo bjartsýnir í dag að verði þið víkurinn? Jú, já, það allir rosalega bjartsýnir, það ekki nóg að sé gott veður og annað, heldur, við náttúrulega erum öll að standa saman sem þjóð, þannig að jú, það rosalega mikil bjartsýni. Mér finnst bara gaman að vinna í gær, ég var mikið á ferðinni og ég var í bönkum líka og eins og Íbúðalánasjóði og annað, voru allir að loka snemma, allir að grilla, þetta var bara, vá, þetta var ótrúlegt. En já, auðvitað alveg einhver sala, en ég ekki að fara að sýna neitt að meðan leikurinn ég held að það sé alveg ljóst. En þá alvöru lífsins, það eru fréttir það að sérbýli hefur hækkað meira en í fjölbýli í maímánuði, síðasta mánuði, en þó að fasteignir séu að hækka töluvert í verði, þá fylgir nú enga síður verðlagi og kaupmætti, þannig að það í rauninni ekki bólumyndun í gangi á markaðnum eða hvað? Nei, mér finnst það ekki. Mér finnst það ekkert óeðlilega verðhækkanir á fasteignum. Þú veist, við erum náttúrulega í tímabili sem seljandamarkaður. Það er ástandið þannig að það eru færri eignir og fleiri kaupendur, sem þýðir að það er líklegra að fá betra verð fyrir eignina og fá fleiri nett tilboð. En hins vegar eru lágir vextir, fólk hefur verið að fá hærri laun og ég til dæmis var bara að skoða var bara svona að bera svona lán, að lán sem hann tekið 2004 var eins og 26 milljónir, svona 40 pluss í dag. Greiðslubyrðin því svona cirka 200.000. Þú getur tekið 56 milljónir krónar lán í dag og borgað rúmlega 50 milljónir og borgað sömu greiðslubyrði. Þannig að þú getur raun og veru stækkað við 10 milljónir án þess að hækka greiðslubyrði. Þetta athyglisvert. Þetta rosalega mikill punktur og þetta það sama og ég skoðaði þegar ég keypti, fóru úr litlu íbúðinni minni í húsi 2004, þá vorum við eiginlega bara ekkert að auka við okkur greiðslubyrði og við áttum innborgunina í hækkun sem orðið á íbúðinni. Er þetta eingöngu út af bara betri vaxtakjörum? Þetta miklu betri vextir í dag. Og sama tilfinningi á þér? Já, algjörlega. Ég myndi náttúrulega alltaf vilja sjá lægri vexti, en þetta alveg rétt sem Ástríður segja. Þetta alveg hárrétt og fólk að taka hærri lán og að því að greiðslubyrðin orðin lægri. Og það líka rétt. Gott vel, Stöllur, þá að aðalefni þessa hluta þáttarins, við ætlum aðeins að fjalla það hvernig maður á að bera sig að því að selja eign og það margir sem setja sig í ákveðnar stellingar og spyrja sig hvað ber að gera til þess að tryggja það að eignin seljist fljótt og vel. Hver helstu tricksin í bókinni? Á maður að þrífa allt hátt og lágt, mála og svo framvegis eða láta allt vera? Það númer 1, 2, 3 að létta húsinu. Þú þarft eða íbúðinu eða hvað sem þú ert með. Þú þarft eiginlega að geta, kaupandinn þarf að geta komið inn og hort bara, ég sé mig hérna inni. Þannig að þú ert með rosalega mikið á húsgögnum, þú ert með myndir af fjölskyldunum alla veggi og þú eiginlega kemst alla inn fyrir þínum persónulegu munum og þínum stíl og þá bara kemur kaupandinn, hann svolítið erfitt með að bara sjá sig inn í sig. Þannig að mitt fyrsta ráð bara létta á íbúðinni, auðvitað geta verið veggi sem maður þarf að fara að mála en ég myndi aldrei segja að þú skipta út eldhúsinu eða fara í einhverja massífa framkvæmdir. Ef það eitthvað sem segjum bara til dæmis að þú veist að þakið lekur rigningu, taktu það bara fram. Þú þarft ekki að skipta þakið. En taktu það fram. Í rigningu lekur þakið og þarf að skoða það. Og kaupandi geta bara boðið lægra verð í húsið í staðan fyrir að þú sért að fara út í einhverja rosalega kostnaðarsama framkvæmdir sem þú jafnvel hefur ekki efni á. Hvað segir þú? Sko, ég sammála með að létta húsinu, algjörlega, og jafnvel bara færa til húsgögn og annað, þannig að eignin skýni sínu besta. En eins og með þrif, mér finnst það rosalega stór punktur. Þrífa húsið hátt og lágt, aðkoman á húsinu sé góð og falleg og það sem ég ráðlegg alltaf fyrir sölu ég sammála Ásdísi ekki að skipta innréttingar, ekki fara í einhverja róttækar rosalega stórar framkvæmdir, eyða frekar pening og orka í næstu eign, en aftur á móti það sem skiptir máli að hún sé snyrtileg. Það bara númer 1, 2, 3 og þá lagaðu listana, lokaðu fyrir rafmagnsdósir, farðu í svona eitthvað sem stingur augað og þess vegna þetta ofta eitthvað sem að ég sýni fólki og við höfum stundum bara jafnvel gert lista þegar ég á staðnum. Það sem gerist náttúrulega þegar þú búin að búa í eigninni lengi þú hættur að sjá þetta. Þetta pirraði þegar þú fluttir inn, þú lagaði þetta aldrei, en þetta eitthvað sem mun stinga kaupandann og þetta mun raunverulega hafa áhrif. Og við vitum þetta bara fasteignaviðskipti eða eitthvað annað. Ég meina þú ferð inn í verslun og all flotti fínu fötin eru rosalega vel og fallega uppstillt og þú vilt kaupa þau og allt raslið þarna í einhverju litlu körfu og þú viltu það. Nei. En hvað með til dæmis aðkomin að húsinu? Það ekki aðeins að hugsa hana? Algjörlega, því að þetta bara eins og öllu, alveg saman hvort þú ert að fara á stefnumót eða hvað sem þú færð bara
eitt tækifæri til heilla. Þannig ef að til dæmis það er búið að setja á netið, rosaflotta myndir allt saman, svo keyrur framhjá. Og það eru, þú veist, ruslapoka fyrir utan, það er ekki búið að slá garðinn, útidyrahurðin er skítug, bara svona litli hlutir. Það truflar miklu meira heldur en hvort þú ert með glænýtt eldhús ekki. Þannig að þetta er bara svona, þú fær eitt tækifæri til heilla og bara nýttu það. Já. Hvað með til dæmis sko, maður á að sýna alla íbúðina, þá kannski flaska margir á því að sko, svo opnar maður einhvern skáp og hann er fullur nánast á dauðum líkum. Já. Þú verður að sko, hugsa þetta alla leið, ekki? Jú, algjörlega. En það er svo sem ekki mikið að fólk sé að opna skápa. Við tölum að opna skápa undir náttúrulega vaski og annað sem lagnir en upp á það sem að fötin þínu eru. Það er ekki mikið það að það sé að vera. Ef að fólk er alveg að kafna á dóti og það er bara svona miklu safnarar og ég er ekki að dæma, ég er klárlega í þessum flokki, er að fyndi það bara eitt rými. Fylltu það frekar á dóti, hafðu bara eitt herbyggi og valla kemst inn í það og allt annað mjög snyrtilegt. Það er svona mín ráð við því. En hverjar eru reglurnar þegar að fólk kemur og skoðar íbúð? Hvaða rétt hefur það? Sko, margir vilja skoða þvottahúsið, ef það er niður í kjallara og svo framvegis. Hefur maður heimild til að skoða allt? Já, þú verður náttúrulega að fá að skoða allt. Þú ætlar að fara að kaupa ef þetta segjum íbúð í fjölbýlishúsi. Þú verður að sjá, ég fæ oft spurningar, þú veist, er ekki góð hjólageymsla? Þú veist, við erum öll hérna hjólum alltaf, við erum með bíllausan lífsstíl og ég verð bara að sjá, það væri voða kjánalegt að segja nei, við ætlum að sýna sameiguna. Það er bara, hún er aukaatriði, skoða bara íbúðin æðisleg, svo kemur hún flytur inn og það er, þú veist, 2 fermetra hjólageymsla og hún er full af einhverjum dekkjum frá nágrannanum. Þannig að nei, þú verður að fá að skoða allt. Og fólk, sko, það er margir hverjir sem sko koma með alls konar iðnaðarmenn með sér, pabba og mömmu oft á tíðum og aðra til þess að svona sjá allt sem þarf að skoða með tilliti til leka og drenlagna og svo framvegis. Já, þetta er að verða algengara, fólk sé að taka fyrir með sér. Mér finnst það persónulega jákvætt. Og auðvitað geta alltaf komið einhverjir krakkar sem eru rosalega spenntir og svo er einhver fúll á móti með sem maður setur út á allt. En málið er að þú ert bara alltaf með söluvöruna í hönd það sem þú ert að selja. Ef að eignin er léleg og hún lekur og hún er svona, þá er það sem þú ert að selja. Þannig að þú veist, það bara taka alltaf viðmið af því, en það er mikið algengara og mikið algengara líka að fólk sé að gera fyrirvara að fá frekari skoðun, ástandsskoðun. Og ég var hérna með í síðasta þætti hjá mér konu sem er mér sérfræðingur í myglusveppi og rakaskemmdum og það er farið að koma í auknum mæli með slíka sérfræðinga inn í skoðunina. Þetta er bara, þú veist náttúrulega, það eru nokkur ár bara síðan þetta varð eiginlega þetta orð sko myglusveppur kom inn og það áður var bara fólk veikt eða innan gæsalappa aumingjar, þú veist, óttalega Væljón Sigmund alltaf með hausverk og bara veit enginn hvað er að þér. Og núna þegar fólk er bara átt að segja á því að þetta er ekki eigin aumingjaskapur, heldur þetta er bara líkamlegu kvilli, þá náttúrulega, og ef þú næmir fyrir myglusvepp, þú veist, þú getur fundið ekki neitt, á meðan ég er kannski bara óvinnufær í sama húsnæði, þá er náttúrulega, þú veist, þú verður að skoða þetta. Þannig þeir sem eru næmir hafa áhyggjur af þessu, þeir setja alltaf inn fyrirvara ástandsskoðun. En það væri bara ósmanns æði að kaupa íbúð sem getur svo ekki búið í. En ef maður er að selja, þá er maður stundum svolítið svona hræddur við kaupandann vegna þess að hann getur komið, það eru allavega kaupendur til og hann getur komið með alls konar svona eftir á spurningar. Hvað er leyndur galli? Það er vola margir hræddir við þennan leynda galla og halda þetta fylgi manni bara út lífið að því að skipta. Já. Það er náttúrulega fyrsta lagi talað sko, þú hefur svona cirka 5 ár út af, og svo er þetta svo mismunandi, það fer eftir hvað þú segir. Til dæmis ef þú segir, sem sagt, skolplagnir endurnýjaðar 2013 og svo kemur í ljós að þú lést bara mynda þær og bara svona plástra þær, þá ert þú svolítið búin að lofa nýjum skolplagnum og þá færðu bara að allir dómar segja, þá bara borgar þú nýja skolplagnir. En oft er leyndur galli eitthvað sem að seljandi vissir hennar ekkert af. Þannig að það er rosalega munur á því hvort að seljandinn vissi af gallanum. Þá er að tala bara, þá er þetta svolítið þinn hausverkur. En ef þetta er galli sem enginn vissi af, þá er talað þessi 10% regluna, að þá þarf þetta að vera verulegur galli. En ég allavega, yfirleitt, þegar fólk er að kaupa og selja, þá er þetta bara svona einstaklingar að kaupa og einstaklingar að selja og fólki finnst yfirleitt mjög leiðilegt eitthvað kemur upp og þú ert að selja vöru sem er ekki skóðu helst. Og ég hef bara séð fólk ná frábærum árangri í að finna
góða leið til að En þú nefnir mætast. 10% regluna, þá verður leyndi gallinn að nema í upphæð 10% af söluverði eignarinnar. Já, 10 að vera með við 10% Töluverði galli þá. Þú hringir ekkert út á risp í parketti, skilur, þetta og raunverulega allt það sem þú hefði getað séð við hefðbundna skoðun er rosa erfitt að setja út á. Þú veist, ef þú kemur tilbaka og það er brotin rúða, það, þú veist, eitthvað svona minniháttar mál sem kostar kannski nokkur 100.000, auðvitað getur alltaf rætt við seljandann og þú veist, en þetta er raunverulega ekki galli á notaðri fasteign. Það þarf að vera verulegu galli, eins og það 10%, en auðvitað náttúrulega ef eignin hefur verið ástandsskoðuð, þá ætti, þú veist, þá var minni líkur að eitthvað svona komið upp þessum að það eru svo mikil tækni sem í hitamyndatökur og annað. Og náttúrulega hundleiðilegt að kaupa sér eign og svo er galli á henni upp á 5-10 milljónir. Allt ónýtt og það þarf að fara í rosa aðgerð fyrir báða. Og þetta er rétt sem Ásdís er að segja, er að þessi leyndi gallar eru oft þannig að hvorki kaupandi né seljandi veit ekkert af því heldur, raunverulega. Það er algengara að fólk sé að leyna einhverju. Það er ekki algengt að fólk sé að leyna galla. Nei, ég hef ekki orðið vör við, sko, það er, ég er búin að vera svo 13 ára og Guðrún held ég 14. Ég man eiginlega ekki eftir tilfelli þar sem ég hugsaði, helvíti, hann Sigurður. Hann er bara, hann vissi þetta. Þetta er yfirleitt, sko, fólk kemur á fjöllum og það er bara miður sín yfir þessu og fólk bara finnur leiðina til að leysa þetta því að seljandum finnst þetta jafn leiðilegt og oft heldurðu kannski að þú sért búin að laga gallann. Það var kannski einhver leki, þú ert búin að fá innanmann, það er búið að laga hann og það er ekki búið að leki 1 ár, svo allt í einu breytist regnáttin og fer að rigna einhvern veginn öðruvísi og það kemur leki á nákvæmlega sama stað. Það var alltaf fyrsta sem kaupandi hugsaði, sko, ok, hann vissi af þessu, en þú bara, ég lét laga þetta fyrir ári síðan. En hver er svona algengasti, ef hægt er að tala um algengasti leyndi gallinn í húseignum? Er hægt að tala í þá veru? Það er rosa mikið, sko, leki. Og næstu, eins og ég segi, næstu alltaf, þá er þetta eitthvað sem að fólk hélt að væri búið að fyrirbyggja, en það er bara svo erfitt. Það leka öll hús á Íslandi. Það er náttúrulega ekkert hús gallalaus og ég segi þetta alltaf þegar ég er að skoða fasteignir og seljandinn er að sýna mér eignina og við erum að fara í gegnum þetta og segja, jæja, nú er engin eign gallalaus, hverjir eru gallanir hér? Og þá er alltaf að tala um minniháttar mál, skilurðu, ekki einhverja stórkostlega galla. En þegar maður er að selja á maður kannski að vera bara með allt upp á borðum, fá einhverja á undan söluferlinu til þess að skoða húsið, á maður að vera fyrri á undan sem sagt kaupandunum og láta einhvern skoða þetta áður en að þetta byrja í söluferli. Er það sniðugt? Þetta er sko bæði og vegna þess að ef þið grunar að sé eitthvað að, þá myndi ég fá fagmann taka þetta út. En ef þú ert í góðri trú að sé ekkert að eigninni, þá í raun og veru kannski óþarfi að gera það. En hins vegar bara, þetta getur verið svo flókið, því ég segjum að þú fáið fagmann, hann tekur út húsið, hann finnur ekki einhvern galla. Þá ert þú einhvern veginn orðið ábyrgur fyrir því að einhver galli sem átti ekki verið til staðar er allt í einu til staðar. Þannig að þetta er svolítið snúið. Já, ég er ekki alveg þarna. Ég persónulega finnst það rosalega jákvæð þróun á Íslandi að það væri sett bara inn að seljendur þyrftu að láta ástandsskoða. Við erum að sjá þetta annars staðar í nágrannaþjóðum okkar sem hefur komið vel út. Auðvitað náttúrulega, þú veist, er alltaf möguleiki að þessi aðili sem sagt sjá ekki allt. En auðvitað þú sem seljandi ert ekki heldur smiður eða fagaðili og þú ert að reyna að koma sem sagt einhverja ástandsskýrslu til kaupandann þannig að hann átti sér betur á ástandinu á húsinu. Ég myndi frekar sjá það að seljandinn væri í betri málum ef hann hefur látið sem sagt þriðja aðila, óháðan aðila að skoða eignina þrátt fyrir að koma eitthvað upp á seinna að þá er hann búinn að búa til þessa skýrslu, láta gera þessa skýrslu á sinn kostnað. En þetta hefur ekki verið vanið hérna á Íslandi og þetta hefur fallið meira á kaupandann og ekkert svo sem að því í sjálfu sér. En það væri jákvæð þróun að þetta yrði bara gert og þetta er eiginlega bara alls staðar annars staðar. Já, það sem vantar kannski inn í þetta, segjum að þú fáir mann til að skoða, að hann sé þá ábyrgur fyrir klúðrinu sem hann veldur. Þannig ef að þú færð fagmann til að skoða eignina og hann sér ekki einhvern galla, að það sé hans ábyrgð en ekki seljandans. Því þetta er einhvern veginn, ég hef ekki ennþá fundið neitt sem er tilbúin að bera ábyrgð á skoðunni. Þannig ef að það væri alveg úttekt af fyrirtæki og þau standa og falla með sinni skoðun, þá myndi ég vilja láta ástandsskoða allar fasteignir. En á meðan þetta er eiginlega seljandinn sem ber ábyrgð á skýrslunni, þá er þetta svolítið trikki. Þannig að lokum niðurstaðan þessi að þegar maður er að fara að selja, þrífa vel, fækka innanstokksmunum og loka þessum götum sem maður er hættur að sjá. Allt sem að stingur augað, sko. Já.
Gott að heyra, Guðrún Andrésdóttir og Ásdís Valsdóttir. Þið haldið náttúrulega áfram að horfa á EM og seljið svona bara í rólegheit þess á milli. Tökum þetta með annarri. Áfram Ísland. En hér innan skamms ætlum við að tala við Hjálmar Sveinsson, formann umhverfis- og skipulagsnefndar Reykjavíkur borgar miðborgina sem að breytast óðum. Þar að fjölga íbúðum til dæmis og svo skoðum við tryggingamálin þar á eftir. Gott og vel, þá fasteigna hluti þáttarins að baki og við ætlum aðeins að kíkja á skipulagsmálin í Reykjavík, höfuðborg Íslands og þar eru margir að horfa til miðborgarinnar. Hjálmar Sveinsson, formaður umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur er sestur hérna hjá mér. Það eru gríðarlega breytingar í farvatninu og þegar hafnar í miðborgin og menn sjá náttúrulega þegar þeir horfa eftir Laugaveginum og Hverfisgötunni að kranarnir eru alls staðar á lofti. Og það er svo að segja að vera að taka þennan hluta miðbæjarins bara algjörlega í gegn. En erum við að breyta til góðs? Já, ég held það. Og að því að þá má segja það og þá vita það allir sem að þekkja gamla miðbæinn eins og hann hefur verið og þá er ég að tala Kvosina og eitthvað vestur úr og allavega upp á Hlemm og kannski lengra. Hefur verið í mikilli niðurníðslu og illa nýtt svæðumörk samanber risastór auð, meira og minna, bílastæði niður við höfnina, austurhöfnina, í hjarta borgarinnar. Ég man nú að Gísli Sigurðsson, lesbókarritstjóri, skrifaði grein þetta örugglega fyrir 20-30 árum, hvers konar borg þetta væri, vera með auð bílastæði, því bílastæðin eru í stóran hluta sólarhringsins. En það sem að þarna er að gerast, kannski ef við byrjum á svæðinu milli Laugavágs og Hverfisgötu, er að þar var lengi og hefur lengi verið mikil niðurníðsla því miður. Og núna er uppbygging þar komin og fullt og það er að klárast, ég segi nú loksins, mjög glæsileg uppbygging milli þar sem heitir Hljómalindareit, milli Hverfisgötu og Laugavágs. Og þar höfum við nú í umhverfis- og skipulagsráði talsett fyrir því að fá lóðarhafa þáverandi til þess að fara þá leið sem þeir síðan fóru eða nýjir lóðarhafar gerðu. Það er að segja að flétta nýju byggðina miklu betur inn í þessa gömlu og fíngerðu byggð sem að fyrir. Og það hefur tekist frábærlega vel. Það er að koma 30 íbúðir og hótel og Hverfisgötu miðstígsmegin og síðan voru gerð upp mjög fallega stóru timburhúsin við Laugaveg 1921. Tekst alveg sérstaklega vel. Og ég nefni þetta bara fyrirgeðu að þarna eru sem sagt aðilar að fjárfesta milljarða í þessu gamla niðurnýta svæði. Ég vissum að við erum að horfa þarna á það sem ég hygg ekki að kalla endurreisn miðborgarinnar. En óttastu ekkert of mikið byggingamagn? Nei, ég geri það ekki. Vegna þess að þarna er búið að ákvarða mjög nákvæmlega byggingamagnið. Það er kannski þó, þegar ég hugsaði aðeins betur að svæðið við á svokölluðum Barónstígsreit sem að nær frá Laugavegi og niður að Skúlagötu sem er Kexhostel, það er mjög mikið byggingamagn og það eru heimildir frá því fyrir 10 árum síðan eitthvað svoleiðis. En á móti kemur að þarna er heimild fyrir að byggja 200 íbúðir og allt í kringum Hverfisgötu eiga að koma 500 íbúðir. Og þetta eiga ekki að vera hótel, heldur íbúðir fyrir þá sem að hér búa og starfa og ég er ekki nokkur vafa það að þetta verður gríðarleg innspýting fyrir gömlu miðborgina. En horfum aðeins á hlutföllin milli skrifstofuhúsnæðis, almenns atvinnuhúsnæðis, hótel- og gistiheimila og svo íbúða vegna þess að það er alvarlegur skortur á íbúðum í Reykjavík eins og dæmin sanna og við komum inn á hér í fyrirluta þáttarins hvað fasteigna varðar. Ef við erum að horfa á þetta svæði frá Hlemmi og alveg vestur úr, bara vestur á Grandar hreinlega, þá er þetta gríðarlega eftirsótt svæði, eðli málsins samkvæmt, þetta er hjarta Reykjavíkur, höfuðborgarinnar. Sýnist þér hlutföllin vera eðlilega milli íbúða, gistiheimila, hótela og atvinnuhúsnæðis? Já, ég held það nú. Sko, það þú myndist á Hlemm að þar er náttúrulega á sér mikil íbúðar uppbyggingsstað. Búsett byggja 230 íbúðir í Einholti, Þverholti. Það er að rísa íbúðaturn á Höfðatorgsreit og svo niður með allir í Hverfisgötu eins og við gátum áðan. Og við höfnina,
mikið af íbúðum, á svokallum Brynjureit að koma 77 íbúðir, þannig að það fyrst og fremst verið að byggja íbúðir, þvert ofan á það sem að fólki finnst. Og ef mann rétt á það sendi byggingafulltrúinn í Reykjavík daginn nýjar tölur, eða yfirlitstölur það sem verið að byggja og verður byggt næstu 2-3 árin. Og þá kemur í ljós að það aðeins 1/10 hótel. Já. Og ef við komum aðeins niður í Kvos að þar ákveðu borgaryfirvöld að setja kvóta á hóteluppbyggingu. Það var gerð mjög nákvæm úttekt á öllum byggðum fermetrum. Þá kom í ljós að byggðir fermetrar undir hótelstarfsemi ekki nema 15% af öllum byggðum fermetrum í Kvosinni, sem kom mörgum mjög óvart. Já. Og vegna þess að það voru heimildir fyrir 3 hótelum í viðbót sem að gera þá það að hlutfallið fer upp í 23%. Sem hámarkið, ekki? Og þar settum við þak, það verður ekki meira. Já. En það þýðir að það eru þá næstu 80% eitthvað annað og það eru skrifstofur, opinber stjórnsýsla, verslanir, veitingastaðir og slíkt í Kvosinni. En það gullæði engu að síður, Hjálmar, í ferðamennskunni og við sjáum miðbæinn nánast fullan af ferðafólki sem setur skemmtilegan brag, verulega skemmtilegan brag á miðbæinn, við skulum ekki gleyma því, en óttast ekki að þessar íbúðir endi sem gistiheimili með einum öðrum hætti. Hægt að koma einhvern veginn í veg fyrir það? Já, það vissulega eitthvað sem að við höfum svolítið áhyggjur á, en þess vegna fögnuðum við í borgarstjórn þessum dómi, héraðsdómi sem kom daginn það að það ekki hægt að vera með íbúðir í útleigu, til dæmis Airbnb í fjölbýlishúsi nema að meirihlutinn samþykki það, eða allir samþykki það, margir nákvæmlega. Og þetta held ég að muni reyna skriðarlega mikilvægt. Þetta mikil breyting. Mikil breyting. Þetta þýðir það að það ekki hægt að fara að gera út á það að kaupa kannski 3-4 íbúðir í fjölbýlishúsi og fara að nota það sem, eða gera það út sem ferðamannýbúðir. Það ekki hægt lengur. Þetta skiptir mjög miklu máli. En svo það líka þannig að við í umhverfis- og skipulagsráði, þegar við samþykkjum deiliskipulag, þá getum við sett skilmál og við gerum það núna, alveg sem sagt hnitmiðað, þar sem að stendur að í viðkomandi húsi má ekki reka gististæði eða hótel. Já. Og það reyndar í nýju aðalskipulagi að það eru dálítið mikilvæg ákvæði þar sem að kveða á það að það má ekki lengur byggja hótel í íbúðarhverfum. Í dag mætti til dæmis ekki byggja hið ágæta Hótel Holt. Það er bara búið. En ef við svona hringum þessar breytingar saman, þá má segja að miðbærinn að breytast í fleira fólk, færri bílar. Það þannig. Já. Eins og miðborgir eiginlega alls þar. Já. Þetta bara óhjákvæmileg þróun. Já, og bara frábær þróun. Hún getur auðvitað leitt til mikillar einsleitni í svona ferðamannabúðum. En við höfum sagt það að það ekki hlutverk borgaryfirvalda að ráða því hverju kaupmenn raði hillurnar hjá sér. Þeir verða að finna því sjálfur. Borgin hefur hins vegar verið með mjög mikið inngrip í ráðstöfunarrétt, lóðarhafa og eiganda húsa við Skólavörðustíg og Laugaveg. Vegna þess að það var settur kvóti fyrir 16 árum sem að kveður á það að 60% jarðhæða við Laugaveg og Skólavörðustíg skulu vera verslunarhúsnæði, skal vera verslunarhúsnæði. Og þetta mjög mikil inngrip inn í hinn heilaga eignarrétt. Og þannig að borgin gengur mjög langt í það að reyna að verja verslun á svæðinu. Gott að heyra. Hjálmar Sveinsson, formaður umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkurborgar, bestu þakki. Við skulum huga hér að tryggingamálum sem stórliður í fjárhag heimilanna. Hvernig þetta að lækka bílatryggingar? Hér kemur svarið eftir skamma stund. Það komið að tryggingahluta þáttarins, sérfræðingur okkar í þeim efnum, sjálfstæður Smári Ríkharðsson. Það eru spurningar frá áhorfendum, það streyma inn blessunarlega og ein spurningin í rauninni í anda þess sem að gerast í samfélaginu. Fólk aðeins að fá sér í glas, allir glaðir eftir velgengni íslenska landsliðsins. Þegar kemur að ábyrgð drukkins manns sem veldur tjóni, hvað þar að hafa í huga? Sko, það náttúrulega, nálgunin náttúrulega spurning, ef þú veldur tjóni, segjum þú sér þetta bara að keyra fullur, þá átt engan séns. Þá verður bara að borga þetta úr eigin vasa og menn eiga bara ekkert að keyra fullir.
og og þá ertu utan skilmála og svoleiðis og það er náttúrulega bara stórkostlegt gáleysi. Já, algjörlega. En það er svolítið skemmtilegt með þessa slysatryggingar. Nú erum við að tala annars vegar slysatryggingar sem eru gerðar upp eftir skaðabótalögum, tengjast bílum og svona þessu ef við skerum þar á milli og hins vegar bara þessar hefðbundnu höfuðstólstryggingar. Kaupir þér heimilistryggingu eða fjölskyldutryggingu og það stendur bara ef þú lendir í slysi þá þarftu að bíða í kannski 4 til 6 eða jafnvel 8 vikur. Og þá færðu bætur, það er svona eiginhátan, þá færðu bætur eftir það, ef þú brotin á báðum. En ég má vera drukkin heima og detta og fótbolta mig. Já, ég myndi að koma kannski að þessu, sko. Málið er það að það stendur bara skyndilegur utan að koma þetta atburður og svo koma einhverja niðurstöður og það er meðal annars að sko orsökin megi ekki vera ástæða þess að þú ert að gera eitthvað stórkostlegt. Og það er það sem kannski gagnrýnivert varðandi þessa skilmála að tryggingafélögin tala undir áhrifum nautnalyfja, sko, orsökin eru vegna nautnalyfja. Nautnalyfja er náttúrulega sko kaffi, súkkulaði, þú veist, ég er alltaf undir áhrifum kaffi, sko, og bara, þú veist, tryggingafélögin eiga bara að segja að þú ert fullur þá bara færðu ekki bætur. Það er miklu einfaldara. En þetta er grátt svæði? Þetta er mjög grátt svæði að því í raun og veru ástæðan fyrir tjóninu þarf að liggja af þessari drykkju. Segjum bara að þú sért að labba yfir gangbraut og það er bara edrú maður sem keyrir á þig og þú slasast í því ef þú ert blind fullur. Er þá ástæðan fyrir því að maðurinn keyrði á þig af því að þú varst fullur? Nei, það er vegna þess að maðurinn sem keyrði á þig, hann gerði eitthvað sem hann mátti ekki gera. En ef þú ert að standa á höndum upp á handrið og dettur niður, þá er líklega ástæðan fyrir því, ég veit að þú kannt ekki að standa á höndum, þá er líklega ástæðan fyrir því að þú hefur verið að halda upp á það að Ísland hafi unnið eitthvað og búin að fá þér of marga. Og margbreytir. Já, nákvæmlega. Og þá er það náttúrulega orðið ástæðan, þannig að þá ert að haga þér eins og fá eitthvað. Þetta er athyglisvert. Vatnstjón er spurt hvað til dæmis, og það er tekið fram dæmi af vatni sem flýtur af svölum inn í húsið og eyðileggur parkettið. Þetta er utanaðkomandi vatn. Er maður tryggður fyrir þessu? Nei, yfirleitt ertu ekki tryggður fyrir þessu og ég meina það væri kannski undir einhver svona asahláku ákvæðum með svoleiðis. Bara hús eiga að halda vatni. Það er náttúrulega prímir ástæðan og náttúrulega tryggingafélögin getur ekki verið að borga hvað sem er og þarna kemur akkurat þetta. Þú ert að skera af einhverjar áhættur sem eru ekki innan svo að segja ekki vátryggjanlegar vegna þess að auðvitað ef að vatn kemur af svölum inn á hús þá er bara að ganga frá hurð og kaupa. Þetta er almenna reglan að vatn utanaðkomandi sem fer inn í hús og skemmir það, þú ert ekki tryggður fyrir því. Nei, En hvað með til dæmis vatn í veggjum, ef það eru lagnir inn í veggjum sem springa eða smá saman eðileggjast, er maður tryggður fyrir því? Já, maður er tryggður fyrir því. Maður er tryggður sérst fyrir skaðanum sem þessi leki veldur, sem parkettið sé handónýtt í kjölfarið og þá ertu vátryggður fyrir því. Svona lögnin sjálf, hún er bara viðhald. Þannig að menn líta svo á að þú er að borga það. En yfirleitt er tjónið náttúrulega bara umtalsvert ef að það springur svona lögn í vegg þá er þetta heljarinnar mál og þarf að gera þetta. Að lokum, menn geta með ýmsu móti lækkað sína bílatryggingar. Hvaða leiðir eru þar færar? Veist það, þetta er alveg rétt, sko. Ef maður hugsa sjálfur, þá á maður náttúrulega að reyna að berjast fyrir því að reyna að hafa þessa tryggingu eins og ódýr og hægt er. Ég meina, líklegasta tjónið sem ég lendi í er það að því ég tel mig vera hrikalega góðan bílstjóra, má deilu það auðvitað, en sko að einhver annar keyri á mig, þá þarf ég að nýta hans tryggingu, en ekki mína. Þannig að þetta skiptir máli að hafa þessa vátryggingu bara kaupana hjá ódýrasta félaginu. En það breytir því ekki. Íslendingar verða bara að fara að hugsa það, að gefa fólki séns í umferðinni. Hættum að verja þennan blessaða rétt sem við eigum. Ef þú kemur inn á bílastæði og það er betra að stoppa og hleypa manninu fyrir fram að þig inn í næsta bílastæði til þess að létta fyrir, eða hleypa manni inn á götu, þá myndum við minnka þessi tjón sem við erum að lenda í. Þetta er allt of mikið að tjóna. Þessi litlu tjón. Já, og svo náttúrulega má alveg skoða skaðabótalögin og minnka þessa oftúlkun á örorku. Það er mikill kostnað við slysamál og þetta er að kosta þjóðfélagi helling. Að sjálfsögðu er alltaf gaman að fá greitt fyrir sitt tjón og gott að fá greitt fyrir sitt tjón
en það bara spurning hver eru efnahagslegar afleiðingar slys og ég tel að menn hafi offærir í því að borga slysabætur og það kostar náttúrulega, það verður að koma fram í verðinu á bílatryggingum. Þannig ég held að ef við tækjum upp og skærum upp þessa löggjöf, bæði skaðabótalöggjöfina annars vegar og svo bara lögum hvað heita hérna ökutæki og það, ég missi núna orðið, en hérna þá væri hægt að gera þetta ódýrara. Ég veit það að erlend tryggingafélög þau hafa lítinn áhuga á að koma til Íslands út af tjónatíðni. Hún bara meiri hérna heldur en að Já, svo kosta trygginga bara í útlöndum ekkert mikið minna. Auðvitað getur fundið þarna hérna eitthvað svona Fiat Uno sem keyrður af eldri konu sem á ekki neitt nema bílinn sinn. Hann örugglega betri tjónarlega séð heldur en ungur strákur á einhverjum kraftmiklum bíl. Gott vel, endilega sendi okkur spurningar sem varða tryggingamál, Smári getur svarað þeim í þessum þætti en hér innan skamms ætlum við að kynnast því hvernig við flokkum ruslið okkar. Þar koma hagnýtur ráðin að góðu gagni. Anna Karin Ellersdóttir ætlar að kynna sér þetta atriði sem varðar ruslið okkar. Ég er búin að finna hérna 2 konur sem ég ætla að heimsækja, það Eyju og Rakel og ég ætla að kíkja hans inn í skápana í þeirra eldhúsi og sjá hvernig þær hafa hagrætt sinni flokkun á þeirra heimili. Ef við ekki bara hittast þar? Þá erum við komin hérna í Kópavoginn heim til Eygerðar, en þú ert vanlega kölluð Eyja eða ekki? Jú, það rétt. Þú ert nú búin að vera hérna flokka í daggóðan tíma. Hvernig byrjaði þetta allt saman hjá þér? Ég hef náttúrulega bara sem lítið stelpa haft lengi áhuga á umhverfismálum og það eru mörg ár síðan að ég fór að spá í þessu og svona spá í hvað féll til og hvernig var hægt að flokka það. Og svo þróaðist það bara í að skoða hvað ég er að kaupa inn. Og þannig að þetta svona bara búið að vera svona lítið áhugamál lengi. En þú ert ekki bara að flokka flöskur og pappír, þú ert komin aðeins lengra og þú ert með svona ágætis aðstöðu heima, búin að koma því upp og ert með svolítið skipulega á þessu. Getur aðeins sýnt mér inn í skápana þína? Já, ég er náttúrulega alltaf að læra og þetta er eins og þetta er núna. Það er alltaf að bætast eitthvað nýtt við hjá mér í flokkuninni, þannig að þetta er svona bara eins og það er núna, ég ætla að sýna ykkur. En myndir ekki alveg samþykkja það að leið maður byrjar að flokka og þá vindur þetta upp á sig og maður hættir ekki. Ég er svolítið upplegað þannig, ertu sammála því? Jú, ég er algjörlega sammála. Mjög margir einmitt byrja að flokka dagblöðin frá og svo komu fleiri pappírsflokkar eins og bara umbúðir eins og utan af serióspakkanum, skókassarnir og svo leis. Svo fyrir fólk gott að flokka það plastið og svo fyrir það að velta fyrir sig glerun og málmónum og fólk einhvern veginn eins og umhverfisvitundin líka vakni dálítið í ruslatunum hjá fólki og þá fyrir fólk líka að velta fyrir sér hvað er það að kaupa inn og hvernig það getur hagað þá þeim hlutum betur. Ég er alveg sammála, þetta vindur upp á sig oft. Já. En sýndu mér þú ert með þetta voðalega skipulagt og flott og ég hef endalega sjá þetta hjá þér. Já, þetta er bara svona frekar einfalt að ég er bara með svona einn dall undir bara skilgjaldskyldar umbúðir sem falla til á heimilinu. Það er náttúrulega svona mikið, þannig að dallinn þarf að vera náttúrulega stór. Svo er þetta, það sem er með hér er þá fyrir gler og málma og þetta er þá bara svona lítinn fata og fólk eru mikið að velta fyrir sér pókum eða ekki póka og svo leis. Ég fer í raun og veru bara með þennan dall bara út í endurvinnslustöð Sorpu og flokka þar upp úr honum. Set þá bæði gler og málma saman. Það lúkkar svo eins og þessi sér hanna fyrir flokkun. Er þetta eitthvað þannig sem að, er þetta svona sér hanna fyrir flokkun þessi græja hjá þér? Eins og þetta, það er náttúrulega fólk hefur verið að finna rosalega margar lausnir í verslunum á Íslandi og verslanir hafa tekið sig á og er að bjóða alveg mikið úrval af svona flokkun heima við. Þetta er bara lausn sem ég fann í ICA en það er eflaust til alveg alls konar aðrar möguleikar sem fólk getur nýtt sér.
Og þetta bara eins og ég geri það og það líka spurning hvernig, sko, hvaða pláss fólk hefur og slíkt. Þannig að fólk verður alltaf svona að máta sig inn í það líka hvað það að gera og hvaða pláss það hefur og svona fyrirkomulagið. Jæja, hérna erum við með aðra skúfu undir flokki og hér ertu með plast og pappír, eða ekki? Jú, það töluvert sem fellur til að pappír og plasti eins og flesti vita sem að reka heimili og kíkjum inn í skúfuna. Og eins og sjáu þá ýmislegt hérna og mjög margir auðvitað að flokka dagblöðin frá en ég farin fyrir löngu að taka alls konar umbúðir utan af mat. Það eru fernur, það eru bökunarpappír og alls konar. Svona. Þetta tók ekki lengri tíma en þetta voru hvað, 10 sekúndur? Einmitt, það aðeins eftir. Sko. Og svo bara þurrka innan með tuskunni, það auðvelt. Þar hafið það var þetta bara komið, beint í plasti. Takk kærlega fyrir að taka á móti mér og sýna mér inn í flokkstuð heimilisins hjá þér. Mín var ánægðin. Kolbrún Rakel, eða ekki? Jú, það passar. En ég vil kalla Rakel. Já, nema þegar mamma að skamma mig, þá heyrst alltaf Kolbrún Rakel. Já, nákvæmlega, mann kannast við það, alltaf nota bæðinöfnin. En takk fyrir að bjóða mér hérna heimtíðin. Mér langaði svo að forvitnast hvernig þú flokkar og endurvinnur heimilissorpið á þínu heimili. Já, frábært. Þetta hlutur sem að allir taka þátt í á þessu heimili og börnin eru bara alveg nuffi, þannig að þetta bara hinn eðligastu hlutur fyrir okkur að endurvinna. Og þetta eitthvað sem þú ert búin að gera lengi? Já, ég er búin að gera þetta yfir 20 ár. Kynntist fyrst þegar ég bjó í Hollandi í 1 ár, ég var skiptinemi þar. Og þar var bara flokkað og þá var þetta eiginlega ekki byrjað hérna á Íslandi. Þannig að eftir því sem að þetta hefur vaxið hérna á Íslandi þá hefur við tekið meira og meira í þátt af því að þetta bara hlutur sem að skiptur okkur máli að ganga vel um. Varst þú svolítið framanda þá þegar þú komst heim með þessa nýju þekkingu flokkun? Sko, það var náttúrulega ekkert, það var ekkert til að taka við. Það voru engir grendagámar og svona það sem eins og núna í dag. Þannig að ég held að það hefur meira bara blundað í mér og svo eftir því sem að aðstæðna bötnuðu í kring, fyrirtækin fór að taka móti sorpi og svona, eða þess að flokkuðu sorpi, að þá fór maður að taka meira þátt. Já. En þú ert ekki bara að flokka flöskur og dósir, þú ert að flokka aðeins mikið meira en það, eða ekki? Jú, ég held ég að við byrjaði að flokka kerti því ég var að vinna hjá Ólís fyrir mörgum árum af því þeir tóku á móti kertum fyrir sólheimum, kertaafgangum. Þá fór maður að flokka kerti og þar tóku á móti rafhlöðum og ég held að það hefði verið startið. Svo kom pappírinn og svo flöskur og dósir og svo plastið og þetta bara svona vindur upp á sig og núna alltaf tekum maður fötin og flokkar þau og það sem ekki nýtist innan fjölskyldu og vinahópsins að það láti ganga áfram í Rauða krossinn og meira að segja vefnaður, þannig að það engu hent. Það alltaf láti ganga því maður búin að kynna sér að það hægt að endurnýta. En ertu til að sýna mér aðeins hvernig skipulagið hjá þér? Ég sé þetta mjög skipulagt og flott. Langar aðeins að sjá þetta? Já, þetta svona heimatilbúin lausn. Þetta bara eitthvað sem við höfum lagað að því plássi sem við höfum. Takmarkað skápapláss og ef ég sýni þið bara fyrir neðan þá erum við með pappírinn allur pappír, fernur, dagblöð, bara allt svona pappírstóð sem fellur til að vera neðstu skúfuna og þetta tæmum við bara beint í bláu tunnuna sem er úti. Hinum megin erum við með allt plast sem fellur til og það er alveg óbúslega mikið plast sem fellur til á þessu heimili. Þá erum við komin niður í vaskahús eða þvottahúsið. Mér langar aðeins að sjá hvernig þú ert með skipulag á því sem fellur til í þvottunum eins og varst að segja mér bara núna rétt áðan. Já, við erum með á öllum heimilum þá verða til staki sokkar. Þetta bara, þvottavél étur sokkana. Þannig við erum með eina skúffu fyrir staka sokka og ef þeir parast ekki eftir smá tíma þá fara þeir í pokan með fatnaðinu sem við erum Rauða krossinn.
og hérna við hliðin á þvottavél og þurrkara erum við með skáp og þarna inni fer allir fatnaður sem er komin göt á eða handklæði sem orðin tætt eða eitthvað svona, þú veist, eitthvað sem okkur bara finnst komið tími til að skipta út og föt sem orðin og lítil, þau líka fara þarna. Svo erum við með hérna upp á hillu kassa þar sem að fatnaður sem er í lagi og getur gengið áfram þar sem að fatnaður fer í. Þannig að þetta er bara svona típist, held ég, heimili sem er að endurnýta. Þú veist, maður bara laga sig að því þar sem maður er hverju sinni. En þetta er búið að vera áhugavert að koma hérna í heimtíðin og takk kærlega fyrir að taka á móti mér og sýna mér flotta skipulagið hérna hér. Ég vissum að ég og fleiri getum lært eitthvað af þessu. Já, bara gaman að taka á móti ykkur og ég vona hérna þetta verði svona innblástur fyrir einhverja aðra til þess að taka eitt skref í viðbót. Vonandi fannst ykkur þetta jafn áhugavert og mér. Þessar konur eru grannlega alveg með þessa hluti á kristaltæru. Ef við svo ekki bara sjást aftur í næstu viku með eitthvað annað spennandi og skemmtilegt. Þá lokum við heimilinu. Við Ronja segjum þetta gott að sinni. Endilega sendið okkur ábendingar það sem betum að fara í þættinum eða efni sem þið viljið fá til umfjöllunar og svo sjálfsögðu spurningar sem varða tryggingamál heimilisins, viðhald og rekstur. Allt saman inn á SER hjá hringbraut.is, SER hjá hringbraut.is. Verið í sambandi, Hringbraut vill endilega fá allar ykkar spurningar sem eiga við heimilið og rekstur þess. En þangað til næstu viku, njótið þess að vera heima.